Komiði sæl og veriði velkomin á tímavaki.is. Ég ætla að fara aðeins hérna yfir helstu atriði í tímavaka en þegar þið farið á forsíðuna þá er inn á forsíðunni hérna efst uppi innskráning og það á bæði við stjórnendur og starfsmenn. Við skráum okkur inn og þegar nýskráningu er að ræða þá er bara farið hér og þið gefið fullt nafn, kennitölu, netfang og fyrirtæki. Nú ef að einstaklingur er ekki fyrirtæki þá skráið þið það líka hérna vegna þess að þetta er ekki valkvætt og verður að fylla inn. Nú það er heimilisfang og svo símanúmer. Við segjum hérna fyrir neðan að við áskiljum okkur rétt til þess að fara yfir skráningar og séu upplýsingar ekki réttar þá gerum við reikningin óvirkan. Þannig að það er við óskum eftir því að allar upplýsingar séu rétt settar inn hérna í skráninguna. Nú í innskráningu þá erum við búin að búa hérna til reikning. Og þá erum við komin inn á stjórnborð eigenda. Hér sjáum við að ég er búin að stofna hérna 2 verkefni en það er sára einfalt að stofna verkefni. Það er einfaldlega að farið hérna upp í hornið, nýtt verkefni, verkefni skýrt og það er hægt að hafa einhverju skýringu og svo er verkefnið stofnað. Það er hægt að setja inn verkþætti líka og við ætlum að byggja hús og það er hægt að setja hérna inn áætlun og ef tilboð eða áætlaður kostnaður þá er hægt að setja það hérna inn. Nú það er líka hægt að setja hérna inn kostnað. Þá er hægt að bæta við kostnað, við skulum segja að sé akstur til dæmis eða leiga og ýmislegt sem að hægt er að bæta við hérna sem kostnað. Og það væri væntanlega í kílómetrum og við ætlum bara að hafa þetta 200 krónur. Þá geta starfsmenn alltaf sett inn kílómetrana og verðið er síðan fast. Nú það er hægt svo að breyta þessu, en við ætlum að loka hérna. Nú, hér er mikilvægt í þessum hluta að það er að skrá viðkomandi starfsmenn þegar við erum búin að stofna starfsmenn hérna. Hérna höfum við 2 starfsmenn og skrá þá, við getum svo sem farið yfir það. Nú það er helst hérna uppi er þá yfirvinnustillingar, þar er hægt að setja inn þá fleiri dagsendingar heldur en bara laugardaga og sunnudaga sem yfirvinnustillingar. Ef það koma jól eða páskar til dæmis, þá er þetta að stilla það hér. Hér er komið launagjöld, það er sá fasti kostnaður sem er launaálag vinnuveitanda. Það er endurhæfingasjóður, lífeyrissjóður, mótframlag í séreignarlífeyrissjóð, það er valkvætt. Og svo er það sjálfsögðu þetta margfræga tryggingagjald sem verður að greiða hverjum starfsmanni. Þetta er sá kostnaður sem er launaálag vinnuveitanda og er í sjálfu sér hérna leggst ofan á kostnaðinn. Nú það er hægt að færa út í Excel og PDF líka. Hér er starfsmaður skráður, hér er fullt nafn, það er netfang, símanúmer, þeir tímar sem að viðkomandi starfsmaður vinnu sem eru þá dagvinnutímar og svo er dagvinnukaup og eftirvinnukaup og svo er útselt vinna eða það sem að við seljum viðkomandi aðila út á. Það er hægt að gefa þessum viðkomandi aðila aðgang á stjórnendaborði og það er hentugt til dæmis í þeim tilvikum ef það er einhverjir verkstjórar eða meðeigendur þá er hægt að gefa hér sem sagt aðgang. Nú
það líka hægt að slökkva á starfsmönnum hérna og kveikja hvort að þeir séu virkir eða ekki, en við skulum fara hérna aftur í verkefni og skoða hérna til dæmis verkefni 3 sem við stofnuðum, að hér þurfum við að skrá viðkomandi starfsmenn á verkefnið, þannig að við getum valið þá starfsmenn sem að fara á viðkomandi verkefni og við lokum þessu bara. Nú yfirlitið, það sýnir síðan helstu svona yfirlitstölur, að þá erum við með tilboðið sem við gerðum við það að byggja húsið og það svo kostnaður, það sá kostnaður sem að hver maður eða sem sagt við þurfum að greiða fyrir hvern einasta mann, og svo liður hérna sem að þá hvað mikill hagnaður og tap af hverjum lið, en kostnaður í sjálfsögðu launakostnaður. Nú það síðan samtölur hérna á hverju verkefni fyrir sig, það sem hægt að sjá samtölur á tímum. Nú svo það tímaskráningin, og tímaskráningin hún birtist hér og hægt að sía hérna eftir verkefnum. Það hægt að sía eftir starfsmanni, dagsetningum, og það hægt að fá þetta bæði í PDF og svo PDF og líka í Excel. Við skulum aðeins skoða hérna núna þann hluta, skulum skrá okkur út og skrá okkur inn sem starfsmenn til þess að kíkja aðeins á það. Nú Halli reyndar skráður sem verkstjóri eða stjórnandi líka, en við skulum skoða hérna stimpilklukkuna. Þá birtist þetta reyndar í tölvuviðmóti birtist þetta svona, en þetta mjög betri sýn í síma, því að þetta sá hluti sem að starfsmenn vantarlega nota mest í síma. Nú það að þá skiptist það þannig að það verkefnið, það hægt að skrá hér til dæmis kílómetrana eins og við nefndum hérna fyrst, og hvaða dagsetningu, og vera með einhverja skýringu á því. Nú svo farið hérna inn í klukkuna og við klukkum okkur inn, þá byrjar tíminn að telja, og svo þegar við klukkum okkur út, þá kemur þessi gluggi hérna sem að í rauninni valkvætt hvort við setjum einhvers athugasemdir, en það mjög gott, sumum finnst það mjög gott að starfsmaður hafi einhverja skýringu á því sem hann gerði eða einhverjar aðrar skýringar. Og svo klukkum við okkur út og þá þetta sem sagt komið hérna inn í tímaskráningu, þessi tímasetning. Nú, það í sjálfu sér ósköp lítið við þetta bæta, kerfið sára einfalt og mjög þægilegt í notkun. Reynum að hafa þetta ekki allt og flókið og gangi ykkur bara vel í að nota kerfið. Takk fyrir.